Sæll, Ragnar minn. Nei, hjálpús, einmitt maður sem ég þurfti að finna. Heyrðu, þú ert svona sjálfboðalúð, eða ekki? Sjálfboðaliði. Sjálfboðaliði, já. Alltaf að hjálpa ykkur lötum? Lötum? Hvað ert eiginlega að tala um? Þú sagðir það áðan, ég er að fara að hjálpa latri konu. Nei, Ragnar mín, ég sagði ég er að fara að hjálpa fatlaðri konu sem getur ekki séð almennilega sig sjálf. Fatlaðri? Gott út komin, Hjálfús. Ég meina, hvernig það? Á mann ekki líða vel þegar maður er svona sjálfboðalið? Þú veist, ég er búin að vera að þjóna þessum latabróðum mínum hérna í allan dag og ég er bara alveg virkilega skapvond. Já, sko, hér hefur orðið smá misskilningur. Já, einmitt. Sko, sjálfboðavinna snýst ekki um að hjálpa þeim sem eru latir, heldur að hjálpa þeim sem þurfa raunverulega aðstoð að halda. Ég vissi að það var eitthvað bogið við þetta. Já, en hver er mamma þá að hjálpa? Sko, þið gætu til dæmis hjálpað erlendum krökkum sem búa á Íslandi að læra íslensku. Það er sjálfboðalega starf. Já, það er sniðugt. Heyrðu, gæti ég kannski panta svona 23 börn til að hjálpa hjá Rauða krossinum? Ragnar, þú getur ekki panta börn. Nú? Nei, við bara hjálpum þeim sem eru með okkur í skólanum. Þú veist, við getum til dæmis hjálpað Rahim og Khalid með heimanámið sem er í bekknum mínum. Já, það er sniðugt. Það er góð hugmynd, Hanna. Sko, þá eru þið að vinna sjálfboðastarf. En krakkar, við megum nú ekki alveg gleyma sinna aðal sjálfboðastarfinu sem við vorum fengið til að gera í dag. Veitu hvað? Nú, stjórnastundin okkar. Já, krakkar, þá er nú komið að því sem allir hafa beðið eftir, en það er einmitt tímavélin. Já, gjörðu þið svo vel. Nei, þú veist, ég er nú töfraþulan. Já, djók. Spegill, hermd eftir mér. Hermd þú mér. Hver á landi fegurst er? Nei, nú svarar hann. Fortíðin að færi þér. Hvað er þetta að gera, Ragnar? Hvað ertu búin með allan hópa búbapakkan? Já, ég ætla að setja nýtt með tyggjókúlublastri. Veistu það, Ragnar? Síðast þegar þú ætlar að setja með tyggjókúlublastri, manstu hvað gerðist þá? Ég þurfti að taka þig svona hérna og slá svona á milli herðarnar. Svo þurfti að taka þig svona hérna og íta svona þannig að, þú veist, þetta myndi spýtast út úr kokina, manstu það? Já, það var alveg frábært. Frábært? Nei, sko, ekki að tuggan skildi standa fast í kokina, sko. Þetta er að þú varst búin að fara á skildihjálpa námskeið, menn annars segir bara kafna, sko. Hvenær ætlar að ná þessu? Það heitir skyndihjálp, ekki skilduhjálp. Hvenær ætlar að ná þessu, Ragnar? Alveg rétt. Og muniði af hverju það er kallað skyndihjálp? Já, af því að það er svona hjálp sem þarf að gerast í skyndi, til dæmis er slys ber á höndum. Hárrétt. Já, fyrirgefðu, halló, ef slys ber á höndum, á maður það ekki bara að hringi í sjúkrabíl, muniði? 1, 2. Nei, Ragnar, maður fyrir ekki að hringi sjúkrabíl, heilan sjúkrabíl ef maður kannski sker sig eitthvað smá eða með sig smá í fætinu. Nei, auðvitað, þá næði maður bara í plástur. Sko, Ragnar, stundum er sárið svo stórt að það dugir ekkert að setja bara plástur. Nei. En maður kannski þarf samt ekki að fara á spítala og þá nær maður í... Nammi, svo mann líði betur. Nei, Bjáni. Nei. Sjúkratöskuna. Já, auðvitað, alveg svo hjálpús er þetta að tala um. Það verður að vera til sjúkratösk og hverju heim. Ái! Hvað? Ég brendi mig á kertinu! Nei, býttu. Hérna. Hvað er þetta að gera? Hérna. Kalt, þetta er kalt! Já, það fá að vera kalt til að kæla sárin niður. Svona. Heyrðu, þetta er gott. Heyrðu, viltu ekki ná í klakka til þess að kæla ennþá meira? Nei, það má alls ekki vera ískalt. Nú? Því að þá, sko, það er ekki gott til að það eru brunasár. Nei. En nú skal þú halda þessu, ég ætla að fara að ná í sem að dóti í sjúkratöskuna, býttu. Er þetta slæmt? Nei, veistu, ég held að þetta sé ekkert svo slæmt. Sérðu, nú tek ég hérna svona grísu. Já. Má ég sjá, ég ætla að bleita hana hérna aðeins í vatninu. Já. Og svo má ég sjá sárin. Já. Það er enga blöður og svona, en þetta er nú ekki alvarlegt. Nú set ég svona grísu hérna á og svo vef ég svona teygjubundi utanum. Þetta er allt í lagi, Á morgun, þá verður þetta orðið fínt. Þá verður þetta bara orðið góður. En þú skalt passa þig samt svolítið með hendina. Svona og svona. Sko, Ragnar, svo verður að fara að passa þig. Já, ég veit það. Og ég verð líka að fara að drífa mig á svona skyndihjálpa námskeið. Ég meina, ef það var ekki út af þér, þá er ég örugglega bara steindauður. Heyrðu, Pítu, Hvað? Hvað er það fyndið? Ég var bara að rifja þau þegar ég rak hendin í kertið og þá öskraði ég svo hátt að tyggja og það spýtist það nú út um mig. Sástu nokkuð hvað það lendi? Nei, barasta. Hefur einhver tínt tyggjóklessu?
Fyrirgefðu, Hjálpur, fyrirgefðu, já, það var víst ég innilega afsökunar á þessu. Allt í lagi, Ragnar minn. En Anna, ég ánægður með þig. Þú brást alveg hárrétt við. Einmitt. Sko, ef einhver brennir sig, þá byrja maður einmitt á því að kæla brunasárið og svo býr maður það alveg eins og þú gerðir. Já. Og svo reyndar alltaf gott að sýna einhverjum fullorðnum sárið. Svona bara til öryggis. Nákvæmlega. Anna, þetta bara spaða þumma. Þegar einhver meiðir sig og þú kemur þar að þarft að halda rótinni, já reynda muna það. Það skiptir öllu mála, læra skipting hjálp og kunna, skýra plástum hjartan og munni þar að muna. Það skiptir öllu mála, læra skipting hjálp og kunna, skýra plástum hjartan og munni þar að muna. Hjálp, hún sjá, hann vinur minn, hjálpar öllum vinum sínum, hjálpar bæði hér og þín. Hjálp, hún sjá, hann versta sinn, hann vinur allra, hann líka vinur þinn. Hjálp, hún sjá, hann vinur minn, hjálpar öllum vinum sínum, hjálpar bæði hér og þín. Hjálp, hún sjá, hann versta sinn, hann vinur allra, hann líka vinur þinn. Hann vinur allra, hann líka vinur þinn. Krakka mínir, þá komið að lokum þessa þáttar í dag og... Fyrirgefðu, elsku Hjálpfús minn. Og krakkar, ég bið ykkur innilega afsökunar. Skyndihjálparnámskeiðið var að enda. Engar áhyggjur af því. Sko við Ragnar og Anna, við leystum þetta bara ágætlega af hendi, held ég. Já, ég efast ekki það. Heyrðu, veistu annars hvað þau eru? Sko þau eru að drífa sig að því þau eru að verða sein í mat. Nei, ég trúi þér ekki. Mér sem langaði svo að sjá þau. Ég var... Sko, hérna. Hvað er þetta? Sko, nú getur þú bara að sjá þau eins oft og þú vilt. Gjörðu svo vel. Hvað er þetta? Þetta er ég, Ragnar og Anna í stundin okkar frá því fyrra. Já, frábært, takk fyrir það. Heyrðu þetta, það komið að lokum. Snillingur, ég glemdi snillingum, Hjálpfús. Sko, alveg rólegur, Björgvin minn. Hvað? Sko, ég var að fara að kynna hann inn. Ég skal bara sjá rest. Slaka það bara á. Já, krakka mínir. Eins og Björgvin var að segja, þá komið að snillingi dagsins og það eru þær Guðrún Rós Róbertsdóttir og Freyja Karen Eggertsdóttir, en það ætla að leika fyrir okkur á blokkflautu. Og með þessu lagi endum við stundun okkar í dag. Við sjáumst pottet, hress og kátt í næsta þætti. Verið sæl.